Það voru talsverðar sveiflur í þessum leik og við fengum loksins alvöru körfuboltaleik hérna í DFL-höllinni. Þú ert nokkuð ánægður með þetta, eða ekki? Jó, ég er mjög ánægður. Já, eins og þú segir, þetta var mjög sveiflukennt. Við vorum komið með forskot og þeir náðu því og þeir komist eitthvað yfir og við náðum því aftur og svo var þetta bara barningur en ég er bara mjög ánægður hvernig við komum út úr. Við lentum náttúrulega þarna undir strax, þeir jöfnu og komum strax yfir eftir. Við höfum smá forskot í hálfleik. Ég er mjög ánægður hvernig við unnum okkur út í því. Strákarnir sýndu mikla baráttu og karakter og bara svona heilt yfir er ég bara mjög sáttur við þennan leik. Matsið ágætlega gegn þessu KR-liði eða hvað var það sem að hjálpaði ykkur? Ég meina þeir voru oft í vandræðum með okkur og því við vorum með sterka menn inn í teig og svo þurfti stóri sterkir menn í okkur að hálfgera bakverði á þeim þannig að þetta var oft svolítið erfitt hjá báðum en jú, ég myndi segja við mötsum bara nokkuð vel á móti þeim sko og en það er náttúrulega bara mjög sterkt að byrja nýtt ára á sigri á móti KR sem var ekki búið að tapa í deildinni og við þurfum að byggja ofan á þetta. Þú veist svona tímabilið hálna, hvernig metur þið stöðuna á ykkur svona miðað við síðast ár? Ég sko, eins og ég hef sagt í strákunum mína þá þegar við erum að spila okkar leik sem svona oftar en ekki þá erum við bara hrikalega gott körfuboltalið og sem getur unnið hvert sem og farið alla leið en svo dettum við niður á ansi lágt plan á milli og við þurfum að fara að laga það. Við megum ekki detta svona langt niður og þannig að ég myndi segja að það er undir okkur komið algjörlega sjálfum hversu langt við ætlum á þessu tímabili.